leggjum áherslu á alla 4 færniþættina í íslensku, þar að segja lestur og ritun, framsögn og hlustun. Og við stærum okkur svolítið af því að við leggjum mikla áherslu á framsögn, til dæmis á samverustundunum. Við leggjum mikið í árshátíðirnar á öllum stigum og við erum með málþing og þjálfum þau reglulega að koma fram. Við leikum okkur með móðurmálið ýmsan hátt. Við kennum börnunum margs konar spil, til dæmis 1-9, orðabingo, setningabingo, gef og taka, samstæðuspil og fjölbreytt námsspil. Í Hrafniskóla bjóðum við meðal annars upp á yndislestartíma, en markmiðið með þeim tímum er að nemendur lesi til ánægju og nemendur fá sem sagt að velja sér bækur sjálfur í þessum tímum og við reynum að skapa svona huggulega stemmingu. Síðan höfum við reynt að hafa bækur mjög sýnilegar í skólanum. Við erum með mjög gott bókasafn hérna og það hefur verið fjárfest í hillum til þess að gera bækurnar sýnilegar bæði á göngum og í kennslustundum. Við skólann starfa mjög reynslumiklir og öflugir sérkennarar sem hafa mikla þekkingu á leshömlunum og síðan höfum við reynt að styðja við okkar nemendur með hljóðbókum, lestrar, stuðningi og fleiru. Í öllum stigum erum við með lesskimanir, það er að segja sérkennararnir koma og svona reyna að sigta út ef einhvers staðar þarf að grípa inn í og við reynum að styðja við hvern nemanda bara á einstaklingsgrundvelli. Einnig reynum við bara að vera með alla klær úti að fá höfunda, kynna nýja bækur og kennararnir lesa náttúrulega líka upp úr bókum og okkur finnst bara mikilvægt að vera með ólíkt efni, mikla fjölbreytni og hver nemandi finnir sér eitthvað lesefni við hæfi, hvort sem það er tímarit eða bók eða einhvers staðar annars staðar. Við leggjum ríka áherslu á heimlestur. Að við fáum foreldrunlið með okkur, við biðjum til dæmis foreldrum að æfa nefnuraða á algengum orðum með barninu sínu. Við bendum á að skiptilestur getur verið góð leið, þá les nemandi eina málsgrein, foreldri næstu, að það sé lesið heima 5 sinnum í viku og kvitta fyrir, því það er jú þannig að æfingin skapar meistara.